Velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í Read Speaker Text Aid. Þetta er sem sagt tæki sem á að vera persónlegur hjálpari á netinu við lestur og skrift. Við erum með vörulýsinguna hérna fyrir framan okkur og ætlum að reyna að skilja betur hvernig þetta virkar. Já, einmitt. Og þetta er þá veflaus, er það ekki? Maður fer bara inn í Vafra? Jú, akkurat. Þú skráður bara inn með notandanafni og lykilorði. Oftast er þetta þannig að skólar eða fyrirtæki kaupa svona pakka af leyfum. Já, skiljanlegt. Og það er minnst á samfætingu við námskerfi eins og Moodle. Það er náttúrulega mikilvægt. Með mikilvægt. Það þýðir að maður kemst í Text Aid beint úr kerfinu sem maður notar dagstaglega. Ok. En byrjum bara á byrjuninni, maður skráir sig sinn. Já. Og hvað þá? Þá kemur upp svona textaritil. Já. Þar getur maður bara skrifað beint inn eða límt inn texta og látið kerfið lesa. Lesa upp textan? Já, og það sem er áhugavert er að þú getur látið að lesa á meðan þú skrifar. Bara hveitt staf eða orð eða setningu. Ó. Það gefur svona beina endurgjöf. Einmitt. Hljóðræna endurgjöf getur verið gott fyrir stafsetningu og bara ritun almennt. Og eru fleiri svona ritunarverkfæri? Já. Það er orðaspá sem stingur upp á orðum þegar þú skrifar. Svo er villuleit með tillögum að leiðréttingum og innbyggð orðabók. Orðabók líka og þýðingar, ég sá það nefnt. Já, þú getur þýtt yfir á önnur mál og fengið þýðinguna lesna upp líka. Svo vistar maður bara það hliður niður eða jafnvel beint á Google Drive og svona. Ok, þetta er fínt fyrir nýjan texta. En hvað með svona skjöl sem að rá? PDF og svona? Já, það er nefnilega málið. Þá er komið það bókasafninu. Þangar hleður maður upp skjölum, bara úr tölvunni eða úr skíinu, Google Drive, OneDrive. Alls konar snífum? Já, ýmsum sniðum. Og ef skjalið er kannski skannað, bara mynd af texta. Já, það er algengt vandamál. Þá notar Text Aid, OCR, sjónræna stafagreiningu, til að breyta myndinni í alvöru texta sem hægt er að lesa og vinna með. Þannig að þetta opnar fyrir aðgangað efni sem var kannski bara fast sem mynd, eins og gamla skannaðar bækur. Akkurat. Þessi OCR-tækni gerir gæfumuninn þar, breytir óaðgengilegu efni í eitthvað sem hægt er að nota. Og þegar skjalið er komið inn í Text Aid, hvað þá? Hvað gerir maður við það? Þá opnast það í sérstökum skjalaskoðara og þar getur maður látið lesa skjalið upp síðu fyrir síðu. Með svona fylgni. Einmitt, það er tvílit yfirlýsing. Setningin sem er lesin fær einn lit og orðið sem er lesið innan setningarnar fær annan lit. Þetta hjálpar mörgum að fylgjast með. Já, sjónræn stuðningur við hlustunina. Nákvæmlega. Svo getur maður bætt á átöðatöngin, glósað eða svara spurningum beint í skjalið. Og yfirstrikkunartól, var það ekki nefnt? Jú. 4 yfirstrikkunartól með mismunandi litum til að merkja við það sem skiptir máli. Það er klassískt námsverkfæri. Algjörlega. Og það sniðuga er að þú getur svo safnað öllum yfirstrikkunum saman sjálfvirt. Búið til útdrátt. Einmitt. Og þann útdrátt getur þú svo breytt, vista sem PDF eða Word eða jafnvel breytt í hljóðskrá, þannig að þú getur hlustað á útdráttinn þinn. Það er nokkuð sniðugt. Maður getur þá útbúið námsefni á hljóðformi sjálfur. Já, algjörlega. Svo var líka minnst á stillingar fyrir útlitið, letur og litir og svona. Já, það er hægt að breyta leturgerð, starð, textalit, bakgrunnslit, línubili, bara til að gera lestrarumhverfið þægilegra fyrir hvern og einn og það er stillingar vistast. Gátt að þurfa ekki að stilla þetta allt aftur og aftur. Einmitt. Markmiðið er að gera þetta eins auðvelt í notkun og hægt er. Það er alltaf hlustarhnappur og þessi sjónara yfirlýsing hjálpar mikið. Þannig að ef við tökum þetta saman, þetta virðist vera ansi fjölhæft tól, stuðu við lestur, skrift, úrvinnslu. Já, þetta er mjög heildstætt, einfalt í grunninn en með öflug verkfæri fyrir þá sem þurfa meiri stuðning eða vilja vinna markvisst með texta. Og hverju myndi þetta nýtast helst svona í stóra samhenginu? Möguleikarnir eru margir. Augljóslega fólki með lestraröðuleika, af einhverju tagi, en líka þeim sem eru að læra íslensku, eða bara annað tungumál. Já, með upplestranum og orðabókinu og þýðingunum. Akkurat. Og svo bara hverjum sem vinnur mikið með stafrænan texta og vil skilvirkari leiðir til að lesa og draga saman efni. Í grunninn snýst þetta aðgengi.
að gera upplýsingar notaverum. Einmitt, aðgengi fyrir alla og það vekur mann kannski til umhugsunar, svona tækni eins og TextAid, hvernig geti hún breytt því hvernig við nálgumst námsefni og upplýsingar í framtíðinni? Sérstaklega þegar við hugsum